Við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og það kominn mars og auðvitað mottumars. Þannig að við ætlum að ræða krabbameinsvaldandi efni í reyk og það mengaður búnaður. Reykmengaður búnaður megi aldrei koma inn á sótthreinsuð svæði. Og hingað til mín komin Eydís Sigurgeirsdóttir sem slökkviliðs- og sjúkraflutningakona á D-vakt slökkviliðsins á Akureyri. Vertu hjartanlega velkomin, Eydís. Takk fyrir það. Þið eru að taka þátt D-vaktin í mottumars. Heyrðu, já, svo sannarlega. Já, það fyrsta sem ég verði að spyrja bara hvernig ætlar þú að tækla þetta? Já, ég er búin að reyna að safna. Já. Það hefur gengið hægt. En strákarnir á vaktinni ákveðu bara að taka þátt og mættu hérna á morguninn 1. mars allir með mottu. Já. Og voru allir með glæsilegt skegg fyrir og nú þeir bara með glæsilega mottu. Já, þannig þeir höfðu svolítið forskot. Já, svona aðeins sko, aðeins meiri fyrirvara. En já, og ég ætlaði bara að taka mynd af þeim og búa til síður á mottumars. En síðan ákvaðum við fyrst að ég væri nú inn á vaktinni að ég myndi nú bara reyna að taka þátt með þeim. Já. Við bara teiknum skegg á mig og... Já, og einmitt það bara hugsa í lausnum. Ég segi það. Gildi. Og svo bara geturðu, ég veit ekki, keypt mottu eða eitthvað sko til þess að brúa bilið út mánuðinn? Já, ég held það sé eiginlega einu í stöðunni sko. Ég held ég nenni nú alla að fara að teikna með mottu á hverjum degi. Á hverjum degi, nei, það kannski óþarlega mikil fyrirhöfn. Já, þannig ég fjárfesti í mottu og tek þátt með strákunum. Ég held að þeir ætla að vera flestir með mottun allavega út mánuðinn, þannig að... Já, frábært. Og þið eru að nýta þetta tækifæri, enda eins og fólk veit, eða það veit held ég flestir að mottumars náttúrulega svona krabbameins vitundarvakning og þið eru að nýta tækifæri og vekja athygli á þessu sem sko þessi krabbameinsvaldandi efni í reyk, ekki satt? Það búið að berja svolítið fyrir því í mörg ár núna að það sé svona viðurkennt að reykurinn sé krabbameinsvaldandi og að vera slökkviliðsmaður beri ákveðna þá aukna hættu á að fá krabbamein. Já. Og það búið að vera svona, vitundavakning hérlendis og erlendis síðust ár. Með þetta og það passa sérstaklega með þetta mengaður búnaður kom ekki inn á sótthreinsuð svæði og það er mjög mörgu að hyggja greinilega. Já, það er það. Við náttúrulega reynum í fyrsta lagi að vera alltaf rétt búin á vettvangi, það sem reykur. Já. Og síðan allir mengaður búnaður, eldgallinn og hjálmarnir og allir búnaður og reykhöfunartæki og það allt fer beint í ruslapoka. Það fer aldrei inn í bíl, fer bara afklæðumst því á vettvang, förum með það bara beint í þvott og það fer ekkert úr pokanum fyrir það bara komið inn í þvottavél. Já. Þannig að sem þurfum við að fara í sturtu og gufubað og aftur í sturtu og gufubað og til að hreinsa húðina. Já, tryggja það sé engar örður eða neitt eftir. Já. Og að því að ég segi allavega fyrir mig og ég hugsa fyrir marga að maður hugsar þetta fyrst og fremst þegar maður hugsar slökkviliðsstarfið eldin en reykurinn náttúrulega ekkert síður hættulegur og jafnvel kannski meira. Já, það eiginlega svolítið svoleiðis sko. Hérna áður fyrir voru líka innvolsir húsum og húsgögn og svoleiðis úr náttúrulegri efnum, bara hreinu timbri og einhverju svoleiðis. En í dag þetta orðið svo mikið plasthúsgögn og með einhverja lakka yfirborð og svoleiðis. Það eru bara mikið fleiri svona eiturefni eða krabbameinsvaldandi efni í því. Ég heyrði nú einhvers staðar í viðtali að það væru 14-15 allavega krabbameinsvaldandi efni í reyk. Já. Þannig að það er ekkert grín að vera óvarin í reyk. Nei, bara mikilvægt að vekja athygli á þessu og frábært að geta að tvinna þessu saman, mottumars og svo þá þessu. Já, okkur fannst þetta kjörið tækifæri. Já, fer bara einstaklega vel saman. Hvað var til þess að þú ákvaðst að fara í slökkvilið? Þú er búin að vera alveg nokkur ár í slökkviliðinu, ekki satt? Jú, ég er búin að vera núna tæp 3 ár, verða 3 ári í maí. Já. Og ég fór nú bara í sjúkraflutningaskólann svona bara ganni mínu, var búin að vera í aflýsingum í lögreglunni og svona fannst það skemmtilegt en ákvað að fara bara til þess að vera öflugri þar sko, bara svona fá einhvern grunn og þannig ég fór í skólann, sjúkraflutningaskólann sem sagt og það var bara svona fáránlega skemmtilegt. Já. Og sótti í slökkviliðinu og var búin að vinna áður hjá Isavia, þannig ég var búin að kynnast svona smá slökkvistarfi, svona æfingum allavega. Einmitt. Og byrjaði í slökkviliðinu og hef ekkert farið þaðan sko. Nei, hefur ekkert litið öxl. Nei, í rauninni ekki. Þeir sjá í rauninni að mennta mann í slökkviliðsnáminu. Já, einmitt. Þannig að
maður lærir svolítið bara í starfinu sjálfu. Já, langmest sko. En svo þetta nám sem þeir senda mann í sem heitir atvinnuslökkvinám. Og nýlega búin að klára það og tekur alveg rúmlega ár að klára það og mátti ekki fara í það heldur fyrir að það búin að vinna í x tíma og koma með ákveðna reynslu. Og búin að sýna fram á að þér sé alvara með þessu kannski. Já, nákvæmlega. Frábært og þetta ekki bara, ég ímynda mér að það hljóta myndast bara svo á dýravaktinni ekki bara góð stemming svona almennt? Mjög mikil. Það nú bara góð stemming í slökkviliðinu í heild sinni í dag. Já. Og það bara góður mórall og engin leiðindi og ekkert vesen. Nei, og allir bara góðir vinnir. Já, og ég ímynda mér það sé líka kannski bara nauðsynlegt að í svona krefjandi starfi þar sem fólk vinnur við erfiðar aðstæður og náið saman líka að það sé bara forsenda fyrir þetta virki, þetta batteri. Það bara svoleiðis. Við þurfum að vera svolítið létt á því og svolítið létt geggjuð stundum. Já, og hafa húmorinn í lagi. Já, það þarf að vera svoleiðis, sko. Maður þarf að reyna að gera svona létt úr hlutunum stundum og bara til þess að halda sönsum á leiðinni kannski erfitt útkall, hvort sem það á sjúkrabíl eða slökkvibíl, sko. Slökkvibíl, já. Ég bara get rétt ímynda mér að það sé bara nauðsynlegt. Já, það það. Þannig að það passar fullkomlega inn í mína hugmyndum þetta að teikna mottu á þig. Já, ekki. Jú, mér finnst það bara. Fólki fannst það nú fara mig vel, sko. Já, ekki. Þú alveg púllað þetta, eins og fólk segir. Sem að segja góðri íslensku. Já, góðri íslensku, já. Frábært. Og það er svo hægt að fylgjast með ykkur, það ekki eitthvað á samfélagsmiðlum? Jú. Já. Slökkviliðið nú með bæði Facebook síðu og svo það með Instagram síðu, þar sem svona setur léttari póstar, sko. Já. Og síðan náttúrulega tókum við þátt í þessu á Mottumars og það bara að þú ferð á mottumars.is og skrifar í leitarstikkuna bara dýravakt, þá poppum við upp þar. Frábært, þannig að allir sem hafa áhuga og fylgjast með þessu magnaða framtekningar, þeir geta gert það þar og svo náttúrulega bara á samfélagsmiðlum slökkviliðsins. Já. Frábært. Þetta ótrúlega spennandi, ég segi bara gangi ykkur vel. Takk kærlega. Og þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn og spjalla við mig. Takk sömuleiðis bara.